Vatnsafl er þegar við nýtum rennandi vatn til þess að búa til rafmagn. Í vatnsaflsvirkjunum þá þarf að safna vatninu saman. Stundum þarf að gera stórar stíflur og stundum ekki. En ef það er á sem að rennur hérna og svo rennur hún hérna niður fjallið þá er stundum gerð stífla upp á fjalli til þess að safna vatninu saman. Og það fer eftir meðalrennslinu í ánni. Ef það eru miklar sveiflur, eins og er stundum í jökulám á Íslandi, þar sem er mikið í þeim á sumrin því að þá er jöklarnir að bráðna, en mjög lítið í þeim á veturna því að það sem fellur á jöklunum er ekki vatn heldur, ekki rennandi vatn heldur snjór. Þannig að það er mjög lítið í þeim þá. Þá er safnað vatni í lónið yfir sumarið til þess að nota yfir veturinn, því að vatnsaflsvirkjun þarf að hafa jafn mikið vatn alltaf, ekki stundum mikið og stundum lítið, því að rafmagnsframleiðsla snýst alltaf að búa til stöðugt rafmagn. Þannig að til þess að bregðast við sveiflum þá þarf stíflu. Ef það er lítið af sveiflum í ánni þá þarf miklu minni stíflu og miklu minna lón. Svo er náttúrulega breytilegt eftir aðstæðum hvað stíflan þarf að vera stór, þetta snýst kannski meir stærðin á lóninu. Síðan liggja pípur eða jarðgöng frá virkjuninni eða frá stíflunni og niður í virkjun. Stundum eru það alveg lóðrétt. Fallgöngin sem liggja niður að stöðvarhúsinu í Kárahnjúkavirkjun eru 400 metra há lóðrétt göng eða þar bil. Stöðvarhúsið getur verið inn í fjallinu eða hérna fyrir utan, en það þarf að leiða vatni hérna niður þar sem það snýr hjóli sem er síðan tengt við rafalinn sem framleiðir rafmagnið. Það sem gerir vatnsaflsvirkjun góða, gerir henni kleift að framleiða mikið rafmagn, er tvennt. Það er annars vegar vatnsmagn eða mikil fallhæð. Það er náttúrulega best að hafa bæði, mikið vatn og mikla fallhæð, en það er ekkert alltaf hægt. Við búum ekki fallhæðina til. Hún kemur til því að áin byrjar að renna upp á fjalli og við reynum svo að staðsetja stöðvarhúsið eins neðal og við getum á þess að vera of langt í burtu. Þannig eftir þess að við náum meiri fallhæð á minni vegalengd þá fáum við í raun meira afl. En ef við höfum ekki mikla fallhæð þá getum við svolítið unnið það upp með því að vera bara með nógu mikið vatn. Þannig að við getum búið til töluvert rafmagn úr litlum læk á meðan fallhæðin er næg. Og sama skapi getum við búið til fullt af rafmagni þó að sé lítil fallhæð bara á meðan vatnið er nógu mikið.